Já, komið sæl. Það rigndi víða sunnan og vestanlands í gærkvöldi og í nótt en svona þarf að koma fram á morgun og þá var nú svona víðast hvar úrkomu lítið hið minnsta og verið þokkalega milt í dag. Hiti fór hæst í 15 stig og það var einu hvergi á láglendi að mælast næturfrost síðastliðna nótt. En það er svona dálítið líf í tuskunum hvað varðar veðrið á næstunni og við sjáum hér í þessu korti 2 lægðir hér suður af landi. Það er að segja að það kemur ný bylgja á þessi skil sem gengur hér inn á land seinnipartinn í gær og svo er önnur lægðabylgja hér aðeins austar og við sjáum að báðar þessar lægðamiðjur það er svona leita til norðurs og það er munur smá sem að renna saman og mynda nokkuð krappa lægð sem að verður hér við suðurströndina í fyrramáli og gengur síðan norður eftir og verður fyrir norðanland þá annað kvöld og við sjáum að það er töluverð úrkoma í þessu í tengslu þessa lægð og er ljóst að við munum finna fyrir henni nokkuð víða, sérstaklega þá austanlands í fyrramáli og seinna meir þá mest á norðvesturhorni landsins þegar líða tekur á morgundaginn. Milt í þessu og við sjáum að það verður þannig svona framan af morgundegi en þegar áttin verður smá saman norðlegar þá fyrir kalt loft að streyma hér til austurs yfir landið og það opnar á snjókomu eða slitu til fjalla og ef við tökum svona þessa megin þætti þá byrjum við hér klukkan 18 þá sjáum við þróunina þangað til í fyrramálið. Það var náttúrulega að byrja að rigna aftur hér suðvestanlands síðdegis skil sem voru að ganga þá hér til vesturs en það eru úrkomubakki sem eru að koma hér inn á austfirðina og þar er gul viðvörun í gildi og hún tekur gildi síðar í kvöld og verður í gildi fram undir hádegi á morgun en við sjáum að klukkan 8 í fyrramálið þá er vindurinn farin að bíta svona virkilega í sérstaklega þá á undan þessum skilum og úrkoma nokkuð víða þó síst á suðvesturhorninu. Það gæti jafnvel verið þannig að muni sjást eitthvað til sólar hér suðvestanlands í fyrramálið og staðan verður þá þessa leið í fyrramálið eins og við sjáum hér rigning víða land sýnum mest í nótt og í fyrramálið þá á Austfjörðum en það er einnig fara að rigna nokkuð drjúgt á Norðurlandi og þá sérstaklega á Ströndum og ef við keyrum hreyfimyndin áfram þá sjáum við að hvernig þessi vindur fram til kvölds og við tökum eftir því það birtast fyrst rigningarviðvaranir á bæði Vestfjörðum og Norðurlandi vestra og seinna meir þá annað kvöld að þá eru komnar inn hríðarviðvaranir og það er miðast að því að það fer að gera snjókomu eða slitu til fjalla og viðbúið að það geti haft áhrif á ferð á vegum. Er hér með kort á sem sýnir stöðuna annað kvöld klukkan 22 og við sjáum að þráttur þessu gula viðvaranir þarna út að úrkoma þá verður einnig úrkoma nokkuð víða og sjálfsagt fara að snjóa víða til fjalla annað kvöld þannig að svona veðri á morgun svona heilt yfir er ekki okkur hagstætt en á síðan miðvikudaginn þá dettur nú þessar viðvaranir úr gildi á Vestfjörðum þegar líður á morgni en varað er við bæði rigningu og hríðarveðri á Norðurlandi vestra nánast allan miðvikudaginn. Við sjáum að það svona léttir til víða bæði vestan og sunnanlands og jafnvel austanlands þegar líður á miðvikudaginn. Og staðan verður nokkuð við svona klukkan 14 á miðvikudaginn en töluverður vindur í þessu og jafnvel að það sé að slá í storminn sem staðar úti við norðurströndina eða þar sem vindur stendur á fjöllum norðanlands þannig að þetta getur verið sanngjarnlega gluggaveður allan hér sunnan til og eðlilega töluverður úrkomu í þessu ennþá fyrir norðan. Er ekki að sjá að þessi lægð ætli nú að sleppa alveg okkur hendinni því á fimmtudaginn þá verður áfram svona norðlæg átt í þessu hjá okkur og einhver úrkomu mun gera norðanlands allan fimmtudaginn fyrst sinn þá á norðvesturhorninu og þetta mun seinna meir dreifa úr sér til austurs og það kaldur loftmassinn og jafnvel enn að kólna einhverjar gráður að það verður væntanlega víðar snjókoma eða slita til fjalla og á föstudaginn þá sjáum við að hún verður svona töluverð bit í þessari norðanátt en hún mun síðan fara að ganga niður á föstudagskvöld og aðfaranótt laugardags. En við skulum segja þetta gott að vera í bili. Verið sæl.